531. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 þann 7. nóvember 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Árni Sigfússon, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Baldur Guðmundsson og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartansinni. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru: Númer 1, fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. október og 2. nóvember. Númer 2, fundargerð barnaverndarnefndar frá 16. október. Númer 3, fundargerð velferðarráðs frá 23. október. Númer 4, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. október. Númer 5, fundargerð fræðsluráðs frá 27. október. Og númer 6, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2018-2023. Fyrri umræða. Tekinni fyrir í dag fyrsti dagskrárliður, en það eru fundargerð bæjarráðs frá 19., 27. og 2. nóvember. En áður en ég gef orðið laust ætla ég að lesa hér bókun sem allir bæjarfulltrúar hafa skrifað undir í framhaldi af rafmagnsleysi sem átti sér stað hér helgina, sunnudagskvöld, þegar eldingu laust niður í línuna og orsakaði það á 30.000 einstaklinga fyrir rafmagnsleysi sem stóð miklu lengur heldur en þörf var á vegna þess að við búum við það óöryggi að hér bara ein lína sem getur bílað hvenær sem þarnast orðið viðhalds og endurnýjunar. En bókun bæjarstjórnar Reykjanesbæjar svohljóðandi: Í kjölfar bílunar í flutningskerfi Landsnets sunnudagskvöldi 15. nóvember síðastliðinn ítrekar bæjarstjórn Reykjanesbæjar bókun sem gerð var á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum 2016. En þar var skorað á ráðherra að beita sig fyrir öryggi í raforkumálum á Suðurnesjum. Mikilvægt að Suðurnesjalína 2 verði reist sem fyrst. Flutningsgeta núverandi línu fullnýtt og hamlar núverandi kerfi uppbyggingu á svæðinu. Suðurnesjalína 1 eina tenging Reykjanesskagans við megin flutningskerfi Landsnets og hafa bílanir á henni valdið straumleysi. Það ekki ásættanlegt, meðal annars með tilliti til þess að eini alþjóðaflugvöllur landsins staðsettur á Suðurnesjum. Mikið álag veldur enn frekari hættu á truflunum á raforkuflutningum sem og getur valdið tjóni hjá notendum. Það brýnt hagsmunamál íbúa og atvinnulífs á Reykjanesi að flutningskerfi raforku verði stýrt sem fyrst. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar. En orðið laust fundargerðir bæjarráðs, Eysteinn Eyjólfsson gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég vil taka til máls undir 8. máli bæjarráðsfundar 27. október, 1145. fundar. Það sem verið var að fjalla og samþykkja samning uppgjör á lífeyrisskuldbindingum Dvalarheimilis aldraðra á Suðurnesjum DS. Ég vil byrja á því að þakka Böðvari Jónsssyni bæjarfulltrúa fyrir mjög gott starf í nefndinni sem vann við það að ná samningunum við ríkisvaldið fyrir hönd sveitarfélagana sem stóðu að rekstri hjúkrunarheimilina. Það var gott að hafa góðan mann sem þekkti vel
málin og fylgdi þeim eftir og mér fannst bara ganga miklu betur þegar að Böðvar komið þar inn. Kæra þökk fyrir það. Þetta er mikilvægur liður í því að klára slitin á DS að fá þetta niður. Ég ætla ekki að fara ofan í samningin í einhverjum miklum smáatriðum en við erum að tala um lífeyrisskuldbindingar upp á rúmlega 1,1 miljard króna með áföllum sem allar þær sem áföllnar hafa verið af 31. maí 2017 og ríkisvaldið tekur að sér tekur ábyrgð á 97% af þessum kröfum. Eftir standa þó 3% sem skiptast eftir á sveitarfélögum, eftir eignaraðild sveitarfélagana að DS og þar eru við stærst með 78,7% hlut sem fer eftir íbúafjölda hverju sinni. En það er íbúafjöldin skiptingin á Suðurnesjum frá 1. janúar 2017 sem ræður. Við erum ekki búin að gera upp endanlega DS í heild sinni en þetta horfir einhvern veginn þannig á að það sem að stendur eftir í kassanum eftir söluna á Garðvangi dekkar þetta og síðan eigum við náttúrulega Hlíðavang öll sömul sveitarfélögin. En það er kannski framtíðarmúsík og hvernig sveitarfélögin koma sér niður á því að hantera Hlíðavang. En það er verið að vinna því líka. Hvar er verið að vinna því? Jú, næstu skrefin í slitum DS verða þannig að stjórn DS skipar skiptastjórn og búið að búa til fundar í stjórn DS á mánudaginn næstkomandi. Við höfum að skipa skiptastjórn samkvæmt sveitarstjórnarlögum, þar sem hér byggðasamlaga ræða. Skiptastjórnin þegar hún hefur verið skipuð, hún auglýsir síðan eftir kröfum, síðan höldum við aðalfund, síðbúinn aðalfund fyrir árið 2017 sem við höfum beðið með þegar við vorum beðið eftir niðurstöðunum á samningunum um lífeyrisskuldbindingarnar og líka hvort það greiðist eitthvað úr því hvort við fáum af því sem við sóttum í framkvæmdasjóð aldraðra. Höldum aðalfund 2017 þar sem að skiptastjórnin kemur meðal annars og segir frá stöðunni til allra þeirra bæjarfulltrúa á aðaldarsveitarfélagana og síðan ætti að vera þannig að á árinu 2018, snemma árs, þá ætti að vera liðnir 2 mánuðir frá því sem að skiptastjórnin auglýsir eftir kröfum í búið, þá sé þetta slíta formlega þá aðalfundi 2018. Það er sjálfur sér ekkert ánægjulegt að vera að slíta DS, en það er samt eins og undarlega eins og hljómar að í þeim slítum sem eru eiginlega bara þarfaverk felast tækifæri til að taka skrefin fram á við og ég held að það séu mikil tækifæri einmitt og við höfum að nota það að við séum að gera upp DS og allt þetta saman til þess að horfa fram á veginn. Við höfum held ég ákveðin byr með okkur núna held ég til þess að banka á ríkisvaldið og knýja á aukna uppbyggingu hjúkrunarheimila á Suðurnesjum af því að það er fyrst og fremst þeirra ábyrgð ríkisvaldsins að standa þeirri uppbyggingu. Við erum með mjög góða skýrslu sem við kynntum Reykjanesbær rétt fyrir kosningar þar sem að greinilega var sýnt fram á að vitlaust er gefið í svo mörgu hvað varðar að opinberu framlagi til þjónustu á Suðurnesjum og þar meðal annars kom fram að það er langfæst hjúkrunarrými á hverja 1000 íbúa á Suðurnesjum með önnur sambærileg svæði á landinu. Þannig að það er tækifæri til þess að taka höndum saman núna og knýja á. Ég held að sé og maður skynjar það á meðal hinna sveitarfélagana að þessi eining í hópnum það að horfa til uppbyggingar á Nesvöllum. Reykjanesbær er búin að vinna heimavinnuna sína. Hér hefur bæjarstjórn samþykkt og fengið samþykkt að skipulagsstofnun deiliskipulag fyrir Nesvelli sem gerir ráð fyrir stækkun, 4. hæðinni á húsinu og síðan annarri byggingu þar á móti. Þannig að það er allt til reiðu. Þannig að það er sem sagt lag núna að sameinast Suðurnesjamenn og senda erindi til velferðarráðherra hver sá maður verður eða úr hvaða flokki hann kemur og kveða á og þrýsta á fjölgun hjúkrunarrýma, sýna samstöðuna sem er á Suðurnesjum það hvað er að byggja upp, sýna fram á að hér eru við tilbúin með allt sem þarf í deiliskipulagi og öðru, þannig að upp úr slitum DS komi eitthvað ánægilegt og við ýtum hlutum áfram og fjölgum hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum. Það nú er lag, þannig að ég hvet alla bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar að leggjast á árarnar með félögum sínum með öðrum sveitarfélögum og fara þessa leið. Elínrós Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir fundargestir. Ég kem undir máli 10 í fundargerð bæjarráðs frá 2. nóvember síðastliðnum. En mér langar að segja frá því að búið að taka fyrstu skóflustunguna í nýja skólanum í Njarðvík. En það voru þær Tinna Rut Sigvaldadóttir og Hera Björg Árnadóttir sem fengu þann heiður. Þær eru báðar nemendur hérna í Reykjanesbæ, önnur í leikskólanum Holti og hin í Akuskóla. Áætlað að fyrsti áfangi nýja skólans verið tekin í notkun haustið 2019 og búið að finna nafn á skólan en hann mun heita Stapaskóli. En alls bárust 50 tillögur frá 186 einstaklingum sem tóku þátt í nafnasamkeppni fræðsluráðs í október. En það voru 28 einstaklingar sem sendu tillögu að nafninu Stapaskóli og gaman að segja frá því að það engin annar skóli á Íslandi sem ber þetta nafn. Mér langar bara til að óska bæjarbúum innilega til hamingju með fyrstu skóflustungun og bara vonandi gengur þetta allt vel og við getum hafist handa í næsta haust, 2019. Takk fyrir. Gerum svo vel bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Baldur var nú að hvíslaði að mér hérna þegar bæjarfulltrúi Elírós að það væri engin annar skóli með þetta nafn Stapaskóli að það hafa nú margir lært ýmislegt í Stapanum, í gamla Stapanum. En það er nú önnur saga. En ég kem hér upp, forseti góður, til þess að aðeins bara segja frá því að annað mál frá 1144. fundi bæjarráðs sem varðar lántöku frá lánasjóði sveitarfélaga. Við gengum frá þeim lánum í síðustu viku og höfum þegar hafist handa við að nýta þau til skuldbreytinga eins og lagt var upp með og meðal vextir úr þessu safni sem við tókum eða bæjarráð ákvað að taka eru 2,75% sem eins og við náttúrulega vissum mikil hagræðing fyrir okkur og bara stórt skref í þessari endurskipulagningu sem að stendur nú yfir. Og ég held að sé bara full ástæða til þess að lýsa yfir ánægja með þennan lið í planinu. Þetta hefur bara gekk vel eftir og bæjarfulltrúar voru samstíga í því að fara þessa leið og nú erum við að vinna bara úr því en þetta sem sagt afgreitt mál. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós undir liðnum fundargerð bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru bennur gefamerki. Þær eru samþykktar 11.0. Þá komið að fundargerð barnaverndarnefndar frá 16. október sem hér með lögð fram orðalaust. Það er engin sem beðið sér ljós en fundargerðin lögð fram. Þá komið að þriðja lið sem fundargerð velferðarráðs frá 23. október, orðalaust. Það er engin sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 23. október gefa merki. Hún samþykkt 11.0. Þá komið að fjórða lið þessara dagskrár sem fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 20. og 7. október. Og þar mun forseti leggja til að liði númer 2 verði vísað til bæjarráðs. Ásamt því að við þurfum að afgreiða sérstaklega lið númer 3. Og vegna hans vill forseti lesa eftirfarandi texta. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða að hluta fram til þess tíma sem lán þetta að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbæ selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til að tryggja samhliða yfirtæki nýreigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Kjartanim á Kjartansinni kennitala 140561 4879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindar ábyrgðar og veðsetningar til þess að móttaka og undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl og fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu
ábyrgð þessarar. Og þetta varðar lántöku upp á 30 milljónir eins og kemur þarna fram. En orðið er laust fundargerð Reykjanesafnar. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem undir 8. grein í fundargerðinni, en þar segir meðal annars Reykjaneshöfn kynningarþáttur og vill ég vekja athygli á þessum þætti. Ég veit að það er búið að senda þetta myndefni til allra bæjarfulltrúa og vill ég hvetja ykkur til að skoða það vel. Þetta er mjög áhugavert og gaman að sjá þennan þátt og vel að verki staðið. Og ljóst hægt sé að vinna áfram með þennan þátt og bæta inn myndefni og fara í sterka markaðssetningu fyrir höfnina. Takk kærlega fyrir það. Hvet ykkur endilega til að skoða þetta. Það er ekki fleiri sem að hafa hvað sér ljós fundargerð Reykjanesafnar. Ég vil bara, forseti vill ekki athygla því að hann svissaði liðunum. Þetta átt að standa. Lántakan er annað mál og þriðja máli, já. Á ekki að koma á sök. En þeir sem geta þá samþykkt lántökuna eru beðnir með gefamerki. Hún er samþykkt 11.0. Þeir sem samþykkt geta fundargerð að öðru leyti. Þeir sem geta samþykkt það að vísa þriðja máli í bæjarráð eru beðnir með gefamerki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð að öðru leyti eru beðnir með gefamerki. Allir þessari liðir eru samþykktir 11.0. Þá er komið að fundargerð fræðsluráðs frá 27. október. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð fræðsluráðs frá 27. október eru beðnir með gefamerki. Hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að 7. lið og síðasta lið sem er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjana stofnana 2018 til 2022 fyrir umræða. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir tímabilið eða næsta ár 2018 og svo næstu 4 ára þar á eftir, það er að segja 19, 20, 21 og 22. Þetta er bara til þess að gæta samræmis við nýsamþykkta aðlögunaráætlun sem að samþykkt var í apríl síðastliðnum. Tímabilið er þá það sama og áætlunin þessi tekur mjög mikið mið af aðlögunaráætluninni eins og hún var samþykkt og vil ég nota þetta tækifæri og þakka starfsmönnum sveitarfélagsins og stjórnendum fyrir mjög góða vinnu og að hafa tekið fullt tillit til aðlögunaráætlunarinnar eins og hún var. Hún náttúrulega markar okkur ramma næstu árin og það þarf náttúrulega ekki að hafa mörg orð um það að mörgum finnst sá rammið þröngur en við stefnum að því að ná undir 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022 og til þess að ná því markmiði þá verðum við að halda vel á spöðunum og þrengja ólina eins og hægt er. En inn á svæðið ykkar í kerfunum okkar, mitt Reykjanes er nú komið, er þessi áætlun sem sagt komin og ég ætla svona að hlaupa yfir lykiltölur hennar á eftir en áður langar mig til þess að vekja athygli ykkar á skjali sem er líka komið þar inn og heitir forsendur og markmið og þar er verið að taka saman í eitt skjal eins og nafni ber merki og ber með sér. Það eru forsendur og markmið áætlunarinnar en á meðal markmiða er til dæmis að standast þau markmið sem að við undirgengumst með sérstökum samningi við ráðherra sveitarstjórnarmála nú ekki alls fyrir löngu framlegð og lækkun skuldaviðmiðs og svo framvegis. Þannig að við erum að halda í heiðri allt það með þessari áætlun og það er margt mjög gott í þessu skjali sem að ég ætla svo sem ekki að lesa yfir en vil bara vekja athygli ykkar á að er fróðlegt og er
skýrir ýmislegt. Það er þó eitt mál sem ég langar kannski að nefna sérstaklega og það er það að hafandi í huga að stór hluti og meiri hluti útgjalda sveitarfélagsins eru laun, að þá þarf að hafa í huga að það eru samningar við kennara sem eru stór hópur starfsmanna, eru lausir og líka samningar við framhaldsskóla, ríkisins við framhaldsskólakennara eru lausir núna og samningar við grunnskólakennara eru lausir í lok nóvember og það skiptir gríðarlega miklu máli að þetta takist vel til í þessu samningaviðræðum. Við erum að gefa okkur ákveðnar forsendur launahækkanir svona í samræmi við þær hækkanir sem aðrir hafa verið að fá og taka í þessari áætlun og niðurstaða hennar byggir á því að þessi samningar verði svona innan þeirra marka líka. Nú tekjur eru náttúrulega að aukast hjá okkur með auknum fjölda íbúa en íbúar eru núna orðnir, ef við gerum ráð fyrir að þeir verði 17.600 innan skamms og því fylgja auknar tekjur og því fylgja líka náttúrulega aukin útgjöld. Íbúafjölgun hér hefur verið með, eins og margótt hefur komið fram, fordæmalaus, hún er svo mikil og þó til langs tíma sé það gott að þá til skemmri tíma reynir það á okkur svolítið. Við þurfum að bara vinna með þá stöðu en forsendurnar eru hér sem sagt lagðar fram líka og yfirlit yfir verklega framkvæmdir. Við erum að ráðgera að fara í verklega framkvæmdir upp á 300 milljónir króna á næsta ári. Þar af svona búið að ráðstafa 200 milljónum en 100 milljónum óráðstafað. Við ætlum svona aðeins að sjá hvernig málum þróast í þeim málum. Þannig að það getur ýmislegt fleira á þetta að líta dagsins ljós. Þá fyrirgefðu aðeins. Í fjárhagsáætluninni þá kemur fram sem sagt að í samstæðu A og B hluta að framlegð rekstrar verður 4.385 milljónir, 4,4 milljarðar 385 milljónir og rekstrarniðurstaða eftir afskriftir í samstæðunni eru 3 milljarðar og 52 milljónir. Rekstrarniðurstaða samstæðu eftir fjármagnsliði er 717,3 milljónir. Í fjárhagsáætluninni kemur fram að framlegð rekstrar í bæjarsjóði A-hluta verður 1.416 milljónir króna og rekstrarniðurstaða eftir afskriftir í bæjarsjóði er 1.021 milljón króna. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs eftir fjármagnsliði er 125 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að fjármagn vegna nýframkvæmda verði 300 milljónir. Einnig gert ráð fyrir að á árinu 2018 verði farið í stækkun eins leikskóla á Ásbrú og á árinu 2018 hefjist bygging fyrsta áfanga nýs skóla, Stapaskóla. Nú gert er ráð fyrir 3% íbúafjölgun fyrir árin 2018 og 2019 en 2,5% íbúafjölgun eftir það. Útsvarsprósentan lækkar og verður 14,52% á árinu 2018. Fasteignaskattur lækkar úr 0,5% í 0,48% af fasteignamati á árinu 2018. Og helstu niðurstöður áætlunarinnar eru eftirfarandi að rekstrarniðurstaða samstæðunnar er jákvæð á árinu 2018 er jákvæð 717,3 milljónir. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs A-hluta er jákvæð 125 milljónir. Eignir samstæðu árið 2018 eru 55,3 milljarðar. Eignir bæjarsjóðs árið 2018 er 31,8 milljarður. Skuldir og skuldbindingar samstæðu Reykjanesbæjar árið 2018 er 45,1 milljarður. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs eru 26,7 milljarðar. Veltufé frá rekstri samstæðunnar árið 2018 er 3.909 milljónir króna.
Veltufé frá rekstri bæjarsjóðs árið 2018 er 1403 milljónir króna. Framlegð samstæðu árið 2018 er 21,2% og framlegð bæjarsjóðs árið 2018 er 10,3%. Síðan er náttúrulega í áætlunarskjalinu sjálfu, þar erum við með forsendur sem eru fjölmargar og taka þarna fyrstu síðurnar. Ég vil bara hvetja bæjarfulltrúa til þess að kynna sér þær vel. Það er ein smá villa í því, skiptir í rauninni engu máli en samt að geta þess að það er ein stafsetningavilla. Á blaðsíðu 5 í forsendunum, þar er talað eins og við höfum verið að gera núna undanfarna mánuði að tala F2 eða F2. Þegar við í þessari endurskipulagningu við ætlum að skipta fasteign upp í 2 félög, F1 og við höfum kallað hitt félag F2, en það mun vera til félag innan fasteigna sem heitir F5 þegar stofnað og við ætlum að nota það body til þess að vinna með. Þannig að hitt félagi mun heita F5 en ekki F2. Það er kallað F2 hérna í þessu forsendum. Síðan er farið bara hér í gegnum eins og lög gera ráð fyrir samstæðuna og efnahagsreikning samstæðunar, sjóðstreymi, helstu lykiltölur og síðan A-hlutann og svo hér fyrir aftan þið með allar upplýsingar samstæðuna og einstök félög og einstakar rekstrareiningar í B-hlutann. Nú, virðulegur forseti, ég legg þetta skjal fram hér til meðferðar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar til fyrir umræðu og síðan að þessu skjali legg til að því verði vísað til síðari umræðu á fyrirfundi bæjarstjórnar í desember sem ég held að sé 5. desember. En við höfum einhverja 2-3 fundi í bæjaráði á milli til þess að fjalla áætlunina ef þörf krefur. Takk. Gunnar Þórarinsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og gestir. Eins og hér hefur komið fram að þá erum við að fylgja þeirri stefnu sem við höfum haft að reyna að ná þessu viðmið og okkur það reyndar skylt að ná viðmiði skuldir miðað við tekjur niður fyrir 150% fyrir árslok 2022 og auðvitað er þessi fjárhagsáætlun sett upp í samræmi við það. Við í meirihlutanum ætlum að leggja hér fram bókun sem er í 4 liðum. Í fyrsta lagi við erum sem sagt að tala að útsvar lækki og bókun fjárhagsáætlun er lögð fram í bæjarstjórn 7. nóvember, það er í dag, með því fororði. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 ber þess merki að sveitarfélagið þarf að undirgangast skilyrði aðlögunaráætlunar framlegð og lækkun skuldahlutfalls. Þessi aðlögunaráætlun er í gildi til 2022 og mikilvægt að eftir henni sé farið til þess að Reykjanesbær öðlist á ný þá fjárhagslegu stöðu sem nauðsynlegt er að geta veitt þá þjónustu sem ætlast er til. Mikil íbúafjölgun hefur reynt á sveitarfélagið sem hefur lögbundnar skyldur þrátt fyrir erfiða fjárhagslega stöðu. Þrátt fyrir þessar áskoranir þá koma ýmis mikilvæg atriði fram í þessari fjárhagsáætlun sem hafa munu jákvæð áhrif á hag íbúa á næstu árum. Í fyrsta lagi er það að útsvar lækkar. Frá 1. janúar þá mun útsvarið verða lækkað úr 15,05 í 14,52 eins og meirihluti bæjarstjórnar hafiði boðað. Og þetta er auðvitað í samræmi við það sem að sambærileg sveitarfélög eru að taka af útsvari. Með því að greiða hærra útsvar hafa íbúar lagt sitt af mörkum til að gera sveitarfélaginu kleift að ná því markmiði að skuldir verði innan lögboðinna marka í lok ársins 2022.
Þá hefur einnig verið tekin ákvörðun að lækka fasteignaskatt úr 0,5 í 0,48 til þess að minnka álögur á íbúa vegna þeirrar hækkunar á fasteignamati sem orðin er. Nú í þriðja lagi þá verður staðið við stuðning við fjölskyldur og til þess að standa við þann málefnasamning sem núverandi meirihlutasamstarf byggir á eru hvatagreiðslur hækkaðar. Þær voru 7.000 krónur í upphafi kjörtímabils en hafa hækkað 7.000 krónur og verða hækkaðar núna 7.000 krónur og verða nú 28.000. Þá hefur verið tekin ákvörðun að hækka þjálfarastyrki til íþróttafélaga 6 milljónir samtals til þess að auðvelda þeim að ráða til sín menntaða þjálfara og styrkja það forvarnastarf sem unnið er af hálfu íþróttafélagana. Þá verða einnig veittir fjármunir til þess að taka á leigu húsnæði sem mun hýsa allar bardagaíþróttir á einum stað. Þá verður einnig ýmsum velferðarmálum hrint af stað á þessu ári, svo sem afsláttur systkina milli skólastiga og gjaldfrjáls ritföng í skólum. Fjórði kaflinn fjallar að við ætlum að standa við okkar fyrirheit. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar lítur svo á að með þessari fjárhagsáætlun sem er sú síðasta á þessu kjörtímabili hafi verið staðið við öll þau fyrirheit sem gefin voru í málefnasamningi núverandi meirihluta. Við erum að horfa fram á bjartari tíma en við þurftum að horfast í augu við árið 2014. Og því mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð sem farin hefur verið undangengin ár. Meirihlutinn vill þakka starfsmönnum sveitarfélagsins og öðrum bæjarfulltrúum fyrir samstarfi við gerð þessar fjárhagsáætlunar. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar meirihlutans Guðbrand Reynarsson, Friðjón Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Gunnar Þórarinsson, Elín Rós Bjarnadóttir og Kolbrún Jóna Pétursdóttir. Ég vil kannski bæta við að þetta hefur auðvitað verið vegferð sem hefur krafist mikill átaka fram að þessu og full ástæða til þess að vekja athygli á því að þetta hefur verið gert að mestu leyti fullu samráði allrar bæjarstjórnar og það er auðvitað afskaplega mikilvægt að menn átti sig á því að við höfum náð þeirri samstöðu sem þarf til þess að ná árangri. Það hefur ekki verið nein svona barátta milli minni og meirihluta hvað þetta varðar. Og því ber að þakka. Takk. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, já ég tek undir þau orð sem hér hafa fallið. Þetta er það sem við leggjum fram og sjáum hér er vonandi vönduð áætlun. Hún er vel unnin af starfsfólki og bæjarstjóra og bæjarfulltrúum. Það er auðvitað mjög ánægjulegt að við erum að horfa fram á lækkun útsvarsins aftur, samt að ná rekstrarafgangi. Við erum að sjá nokkra lækkun fasteignaskatta og það er einnig jákvætt. Við erum að sjá tækifæri núna til þess að auka framlög til meðal annars ungmennaráðs. Eftir ágæta fundi ungmennaráðs að þá er verið að taka tillit til þeirra ábendinga og leggja fram nokkuð fjármagn beint til þeirra verkefna. Okkur er að takast líka í þessar áætlun að styrkja stoðir í grunnskólunum, í menningu, velferð og þetta hlýtur að teljast vera allt af hinu góða. Svipa leit og við fengum í hendur
fjárhagsáætlun til fyrri umræðu þá birti sér árbók sveitarfélaga og alltaf gaman að glugga í hana. Þar meðal annars fróðlegt að sjá, það er reyndar fyrir árið 2016, lok árs, en það fróðlegt að horfa hér á skuldastöðu sveitarsjóða af 10 stærstu sveitarfélögunum að þá hér sveitarfélagi Fjarðarbyggð með hæstu skuldastöðu á íbúa og þá kemur Reykjanesbær en ekki langt frá eru sveitarfélögin eins og Árborg og Mosfellsbær. Þannig að þetta eru athyglisverðar tölur sem við sjáum og áhugavert að sjá hvernig þetta þróast hjá okkur áfram. Sama ef við flettum og skoðum fræðslu og uppeldismálin, þá mjög athyglisvert miðað við þann árangur sem við höfum náð í gæðum starfsins, að þar kostnaður á íbúa umtalsvert minnstur hér í Reykjanesbæ, 312.000 krónur á íbúa þegar við sjáum aðrar hærri tölur á meðal þessara 10 stærstu sveitarfélaga. Þannig að þarna okkur áfram að takast að skila mjög góðu verki fyrir tiltölulega lítinn kostnað og ber að þakka öllum starfsmönnum skólanna sérstaklega fyrir þá góðu vinnu. Það líka athyglisvert ef við horfum á íbúafjölgunna sem að hér hefur verið. Við erum að horfa upp á væntanlega 17.700 íbúa sem að verði hér í lok árs. Ég held við höfum skoðað það að þetta sé 65% fjölgun íbúa frá aldamótum. Það að segja á 17 árum erum við að horfa á 65% fjölgun íbúa, í raun og veru gjörbreytt samfélag og það reynir alltaf á, sérstaklega núna þegar svona gríðarleg aukning og það hefur ágætlega komið fram í umræðuna. Það er mikil verkefni að ná að halda utan reksturinn og fjárfesta þannig að það sé ekki taprekstur leið og menn að svara þessari miklu fjárfestingu og svo koma tekjurnar. En það á sama hátt var mjög erfitt þegar að svona í gegnum þessa tíð, það hefur alltaf verið nánast alltaf verið mikil fjölgun hjá okkur og var reglulega erfitt þegar að tekjurnar voru ekki að skila sér á móti þessari íbúafjölgun eins og var hér í kringum eða eftir kreppu árin. En nú vonandi tekjurnar að koma en leið það ekki þá kemur kannski vandinn aftur fram að það enn frekari íbúafjölgun og enn sterkari fjölgun heldur var áður. En sem betur fer sjáum við hér á tölunum að tekjurnar að koma inn. Það rétt sem að bæjarstjóri nefndi hér í upphafsorðum að það auðvitað mikil óvissa í áætlunni bara vegna samninga við stóra hópa kennara. Þannig að það ber að hafa vara þar á. En ég held að við getum haldið áfram að vinna vel saman að þessu verkefni og það hefur verið gott samstarf öll þessi verkefni hér hjá okkur í bæjarstjórn. Svo gott að sumir hafa áhyggjur af því en ég held að við stöndum bara við okkar orð, sjálfstæðismenn. Við stöndum með góðum verkum og styðjum þau og það margt sem að ánægjulegt og ber að þakka fyrir í samstarfi þessarar bæjarstjórnar. Og ég vil jafnframt þakka starfsmönnum fyrir gott starf. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, bæjarstjóri. Ég hef kvartað undan því undanfarin ár að fá ekki fjárhagsáætlunina fyrir fundinn, vel fyrir fund, þannig að segja að þetta glöggva sig á henni. Ég fekk skýringu á síðasta bæjarráðsfundum að þau tækist ekki að klára hana, sem ég tók. En mér finnst að það eigi að vera alveg skilyrði fyrir því að við fáum allavega 1-2 sólarhringa áður en að hún tekin til umræðu, að við fáum að lesa og glöggva okkur á henni, hvað innihaldið er. Núna meirihlutinn leggur fram bókun það að hversu þetta ágæta plagg
feitt og pattarlegt sem allt í lagi og Gunnar, bæjarfulltrúi Gunnar fór hér yfir áðan. Ég hefði gjarnan viljað leggja fram bókun líka en ég get það ómögulega vegna þess að ég fekk að lesa hana núna klukkutíma fyrir. Ég fór úr vinnu klukkan 3 og komin heim tíminu 4 og það kannski klukkutími sem það þarf að lesa. En mér finnst að við eigum það skilið að fá að lesa þetta allavega með 2, jafnvel 3 sólarhringa. Þetta ég bara berast í fundarbókum. Nú hefði ég lokið kortunum en mér finnst þetta allavega við fyrsta lestur allavega markmiðin og forsendurnar þetta vel unnið og starfsmenn og bæjarstjóri eiga heiðurskilið fyrir það. Markmiðin eru alveg klár og það sem ég gat lesið á þessum klukkutíma þá finnst mér það bara flott. Þetta er fjárhags áætlanagerðin. Hann hefur farið fram alveg gríðarlega á þessu kjörtímabili. Svo því sitji aldrei til að haga. Ég lagði fram tillögu í bæjarráði á síðasta bæjarráðsfundi að ungmennaráð fengi þau mál það var hægt að tína til mál sem varða ungt fólk í bæjarfélaginu og þau mál eru send til ungmennaráðs til þess að fjalla það. Svarið var að þeir fá einhverja 5 milljónir svona dúsu til þess að dreifa á einhverjum gæluverkefnum þeirra sem allt í lagi, gott og vel. En þau gefa ekkert álit og það kannski, mér finnst að við eigum að þróa starf ungmennaráðsins meira og lengra og fá þau til. Þau eru skipuð, erindisbréfið segir, bara klárlega í erindisbréfinu segir að ungmennaráð er ráðgefandi til bæjarstjórnar varðandi mál ungs fólks í bæjarfélaginu. Og mér finnst það, þetta er það stórt, fjárhagsáætlunin er það stórt plagg og hún á að ungmennaráð á að fá að fjalla hana, fjárhagsáætlunina. Það er hægt að segja frá því að tillagan var náttúrulega felld, ekki bara af meirihlutanum heldur atkvæðabærum minnihluta í bæjarráði. Þannig að nú er Sjálfstæðisflokkurinn komin í þann sama flokk og einkennt hefur meirihlutan að hunsa eða fresta málið. Friðjón Einarsson gerur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, svona bara aðeins vegna orða bæjarfulltrúar Kristins, þá langar maður að taka fram þessi tillaga Kristins að senda málefni sem varðar ungmenni í fjárhagsáætlun 2018 verið send til umsagnar ungmennaráðs. Að tillögunni var hafnað í bæjarráði með þeim rökum að ekki væri hefðbundið að senda fjárhagsáætlun til umsagnar annar aðila en fastanefnda bæjarins. Og ungmennaráð hefur þegar kynnt bæjarstjórn sína tillögur til úrbóta og hefur verið tekið tillit til þeirra í fjárhagsáætlun. Við þurfum þá að gera mikla breytingar á þessu og það er hugsanlegt að það verið gert einhvern tíðan en að svo konu máli þá var það ekki. Annað sem ég langar líka að nefna vegna orða Kristins hafi ekki fyrir fram á sig fjárhagsáætlun eða fengi hana fyrir 2-3 dögum síðan að þá er nauðsynlegt að komið fram að allar lykiltölur er Kristi búin að fá í bæjarráði, allar lykiltölur og gjaldskrá. Þannig að það má segja það að allar grunnstærðir liggja þegar fyrir í gögnum sem Kristinn hefur fengið. En eins og hann veit þá er okkur óheimilt að senda út þessa tölur, þessa fjárhagsáætlun því leið við gerum það þá þurfum að senda hana til Kauphallar. En ég vildi bara að það kæmi hér fram að allar lykiltölur og stærðir hafa þegar verið kynntar í bæjarráði áður.
Það er ekki fleiri sem að hafa kvatt sér ljós um fjárhagsáætlunina. Mér langaði aðeins bara vegna orða Kristins og þeirra bókuna sem að meirihluti laði hér fram núna að fullvissan um það að við erum að sjá þetta á sama tíma á hann. Enda er allt það sem að var fjallað í þessari bókun atriði sem að er búið að eiga sér stað og fjalla í bæjarráði. Útsvarslækkunin var tekið fyrir þar, fasteignaskatturinn var tekið fyrir þar, hvatagreiðslurnar voru teknar fyrir þar, þjálfarastyrkirnir voru teknir fyrir þar, ókeypis rítföng lágu fyrir, systkinaafsláttur á milli skólastiga lágu fyrir. Þannig að við erum ekkert að tala um neina nýja hluti í þessari bókun, annað en það bara að ramma það inn sem að hafði komið fram í bæjarráði. En endalega tölur vorum við að sjá á sama tíma og aðri bæjarfulltrúar. En gott og vel, við erum, það væri auðvitað óskandi að fá þetta fyrir, en það eru einhverja skýringar á því. Formaður bæjarráðs nefni hér eina og við fengum skýringu á bæjarráðsfundi síðast. Hvers vegna ekki væri hægt að leggja þetta fram með einhverjum fyrirvara, en við höfum þó tíma í seinni umræðu til þess að fara í saumana á þessu og á milli þá umræðna til þess að ef einhverja breytinga þarf að gera og þannig að það gefst nægur tími til þess að skoða þetta, en Elín Rós hefur beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir gestir. Ég kem eiginlega upp bara eiginlega forvitni. Það er mér svo einkennileg tillaga að ungmennaráð fái að hafa eitthvað puttana í fjárhagsáætlun bæjarins. Mér langar eiginlega bara að vita hvernig þú sér þetta þá fyrir. Hvað með öldungaráð og önnur ráð? Af því að fara þeir þá ekki bara að óska eftir því líka að fá að hafa eitthvað fjárhagsáætlun bæjarins að segja? Mér langar, ef þú getur bara svarað hvernig þú sér þetta fyrir þér. Kristinn Jakobsson. Forseti, fyrir að fyrsta er öldungaráð ekki hluti af skipulagi eða stjórnskipulagi Reykjanesbæjar. Böðvar talaði um þá, fyrirgefðu Böðvar í vittin í orðin á bæjarráðsfundi, en hann telur að bæjarráð sé ekki hluti af skipulagsheildinni, eða sem sagt, hún er með ungmennaráðið með erindisbréf og ég held að annarri grein þá er það hlutverk ungmennaráðs að vera ráðgjafandi bæjarstjórn málefni ungs fólks í bæjarfélaginu. Og það eru fullt af málum í fjárhagsáætlunum sem varða beint ungt fólk. Og þess vegna finnst mér til þess að þróa og þroska starf ungmennaráðs að þau fái bara til dæmis á milli umræðuna. Hvaða álit hafa þau á að auka þjálfarastyrkina eða hvatagreiðslurnar eða hvað. Það er fullt af svona málum sem að varðar ungt fólk og mér finnst að við eigum að nýta okkur þeirra vettvang innan bæjarapparatsins og gefa okkur ráð varðandi þetta. Hvaða álit hafa þau á þessum skólunum? Við heyrðum þetta síðasta bæjarstjórnarfundi með ungmennaráði að það vantaði stóla í Njarðvíkurskóla. Það vantaði lýsingu á gangbrautir og fullt af alveg frábæli og þetta eru skemmtilegustu fundirnir sem haldnir í bæjarstjórn. Það er fundirnir með ungmennaráðinu. Og mér finnst að við ættum að vera svolítið svona framsýn og fá þeirra álit á en það er bara meirihlutans og minnihlutans sjálfstæðismanna að hunsa þessa tillögu. Gerðu það líka á síðasta bæjarráðsfundi. Bæjarstjóri gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins vegna þessar umræðu að þá ég skil bæjarfulltrúa Kristinn og það sem hann er að leggja til, en líkt og ég gerði á bæjarráðsfundunum síðast, þá vil ég bara geta þess að
eins og kemur hér fram í forsenduskjalinu og markmiðum í inngangi þar, bara fyrsta setningin, þar segir bæjarráð samþykkti vinnuferli fjárhagsáætlunar og fundi sínum þann 15. júní 2017. Vinnuferlið okkar í fjárhagsáætlunargerðinni nokkuð niðurnjörvað og stíft og ef að menn vilja breyta því og gera það þannig að fjárhagsáætlun sé send til ungmennaráðs eða einhverja annara hópa heldur en þessara fastar nefnd og ráða sveitarfélagsins sem koma að gerð fjárhagsáætlunar, að þá finnst mér það vera þá fyrsta skrefið, að breyta því þar. Þannig að við séum ekki að fara að senda þetta þá í trássi við vinnuferlið eins og það samþykkt núna og liggur fyrir. Þannig að ég myndi kannski vilja bara hnykkja á því fyrst að menn eru að vitna hér í samtölu á bæjarráðsfundi. En að annað sem ég langar til að nefna og ég man ekki hvort ég sagði ykkur hér áðan en talandi um óvissuna sem Árni minntist hér áðan og ég var að fjalla hvað varðar laun, hvernig laun munu þróast, að þá náttúrulega annar stór liður í áætluninu okkar sem er haldin mikill óvissu og það hvernig mál munu þróast innan Reykjaneshafnar núna á næsta ári. Við vitum jú að kísilmálmverksmiðja United Silicon í greiðslustöðvun og hin verksmiðjan hefur tafist, dregist skulum við segja að koma henni á laggirnar. Þannig að það mikil óvissu nákvæmlega hvernig það allt saman fer. Þannig að við í þessari fjárhagsáætlun erum við að gera ráð fyrir þeim tölum og gögnum og þeim stærðum sem aðlögunaráætlunin byggði á í apríl síðastliðnum. Síðan gerir ég ráð fyrir að þegar að línur fara að skýrast svona þegar vel liði á næsta ár, að þá verði sú aðlögunaráætlun tekin til endurskoðunar og uppfærð miðað við breyttar forsendur hverjar svo sem þær verða og hvernig svo sem þær breytast. En við vitum til dæmis að fjölgun íbúa hefur verið örari og meiri núna heldur við gerðum ráð fyrir í áætluninni og svo framvegis, þannig að það ekkert óeðlilegt eins og ég sagði hérna í apríl þegar við samþykktum og afgreiddum aðlögunaráætlunina, þá myndi endurskoðun hennar hefjast bara strax daginn eftir og ég held að það verði bara að vera þannig. Þannig að við gerum ráð fyrir að taka áætlunina upp einhver tíma á næsta ári þegar forsendur hafa skýrst betur og þá fáum við svona skýrari mynd á þetta allt saman. Árni Sigfússon. Virðulegi forseti, varðandi umræðan ungmennaráð, þá verður nú að segja að ég finnst þetta dálítið sérstök umræða og í raun ósanngjörn í garð þá meiri hluta bæjarstjórnar og okkar sem samþykktum eða höfum verið að vinna að verkefnum ungmennaráðs og það á nú bæjarfulltrúi Kristinn Jakobsson vel að þekkja því hann var nú einn af hvatamönnum þess að ungmennaráðið var sett á. Mér finnst það ósanngjarnt vegna þess að hér hafa menn hlustað af athygli á ábendingar ungmennaráðs tvisvar á ári. Forstöðumenn hafa tekið fullt mark á því sem þar kemur fram, bæjarfulltrúar hafa fylgt því eftir við forstöðumenn og margt hafa menn verið að ganga þau skref til lagfæringar sem hafa komið fram hjá ungmennaráði á þessum fundum. Að auki núna, það þótti mér gott, við höfum reyndar áður nefnt það við aðra bæjarfulltrúa, það fullt tekið til þess núna, að það verið að setja sérstaka fjármuni til þessara verkefna hjá ungmennaráði sem eru þá ekki búið að taka inn í hina hefðbundnu fjárhagsáætlun og það mjög margt af því sem þar inn í fjárhagsáætlunni sem ungmennaráði var að nefna. Heldur eru tekna til 5 milljónir króna sérstaklega til þess að fara svona í þau aukaverkefni sem að ungmennaráð hafði nefnt og tekið til. Þannig að ég held að verður nú að vera samgjörn það. Það er bara virkilega ánægjulegt að sjá hversu vel staðið að því að vinna með ungmennaráði þó það sé alltaf hægt að gera betur, alltaf hægt að stíga fasta fram og segja að þetta er nú ekki nógu gott, nú ég komið hérna með nýja tillögu og hún sko svo að gera þetta svona. Bara vonandi við förum ekki að snúa þessu upp í einhverja neikvæðni það sem verið að gera í þá ungmennaráðs. Kristinn Jakobsson.
Forseti, ég er ekki að krítisera gamla fyrirkomulag eða eldra fyrirkomulag. Það sem að stendur í, ég er bara að reyna að vitna í greinin og reyna að þróa starf ungmennaráðsins aðeins lengra. Það er eina sem vakið fyrir mér. Engin gagnrýni á fyrirkomulag sem við höfum í dag. Ekki nokkur. Mér finnst þetta vel heppnað starf og Hafþór íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur haldið mjög vel á spöðunum þarna og haldið vel utan ungmennaráð og starf þess er alltaf að verða öflugur. Þetta hefur greinilega góð áhrif á krakkana. Ég vil aðeins bara fá að þróa þetta lengra. Að þau verði ráðgefandi, kannski of duft í árin að tekja að segja að þetta sé ráðgefandi en þau gefi álit sitt á fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Mér finnst það bara eðlileg þróun í starfi ungmennaráðs. Alls engin gagnrýni eða neikvæðni á fyrri störf, alls ekki. Já, ágæta bæjarfulltrúi, ég tek undir það mikilvægi þessa ungmennaráðs og það hversu skemmtilegir þessi fundir eru. En við erum auðvitað að stíga hér ákveðið skref með því að setja til hliðar ákveðna fjármuni sem hægt er þá að ráðstafa til verkefna sem eru tengd ungu fólki eða tillögum frá ungmennaráði. Og við erum svo sem að ungmennaráðið er svo sem er ráðgefandi. Við erum nýbúin að hitta ungmennaráðið og við vitum það er alveg á hreinu að ef við stöndum okkur ekki þá fáum við á baukinn næstu við hittum þau. Þannig að þau mun alveg sinna því aðhaldi sem að þeim er ætlað gagnvart þeim verkefnum sem þau hafa óskað eftir að við verðum að sinna. Mér finnst þetta bara ánægjulegt að þarna er ákveðin framþróun að eiga sér stað og hún kannski heldur áfram í einhverjar áttir en hverja það verður bara komið í ljós. Og ég vil líka lýsa yfir ánægju minni með það samstarf sem hefur átt sér stað við gerð þessara fjárhagsáætlunar. Það er auðvitað bara eindrægni í bæjarstjórnum að reyna að leysa úr þeim málum sem upp á komið og við höfum verið að glíma við undanfarin ár og ég tek undir það að það er mikið samstæð um það að leysa þetta. Við verðum kannski komin á þann stað að við leggjum bara fram einn bæjarstjórnarlista. Alveg eins og við erum með eitt bæjarstjórnarband. Gæti orðið skemmtilegt. En að öllu gamli slettu þá er þetta bara skemmtileg þróun að við séum að sigla í rétta átt. En það hafa ekki fleiri hvað sér ljós og það er framkomin tillaga um að fjárhagsáætlun verði vísað til seinni umræðu þann 5. desember næstkomandi. Þeir sem samþykkja það, þetta er samþykkt 11:0 og þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið frá fundargerð.
(531. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 7. nóvember 2017 kl. 17. Og viðstaddir eru Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson og í forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 19. og 26. október og 2. nóvember síðastliðnum. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðirnar og til máls tóku Eysteinn Eyjólfsson, Elín Rós Bjarnadóttir og Kjartan Már Kjartansson og með leyfi virðulegs forseta þá mun ég ekki lesa bókunina sem að bæjarstjórn samþykkti. En að öðru leyti voru fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál er fundargerð barnaverndarnefndar frá 16. október 2017 og forseti gaf orðið lausn um fundargerðina og hún var lögð fram án umræðu. Þriðja mál er fundargerð velferðarráðs frá 23. október 2017. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðina og fundargerðin samþykkt 11:0 án umræðu. Fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 27. október 2017. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðina og til máls tók Friðjón Einarsson. Annað tölulegu fundargerðina var tekin sérstaklega fyrir til samþykktar. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindist hér með sveitarfélagið sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða að hluta fram til þess tíma að lán þetta eru fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbæjar selji eignarhluti Reykjaneshöfn til annar opinberra aðila, skuldbindur Reykjanesbæjar sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt í Kjartanum á Kjartanssyni, kennitali 14.0561 4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar, veitingu ofangreindra ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Og heimildin var samþykkt 11:0. Síðan var samþykkt að vísa þriðja liði fundargerðarinnar viðauka áætlun við fjárhagsáætlun 2017 til bæjarráðs var það samþykkt 11:0. Fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Fimmta mál er fundargerð fræðsluráðs frá 27. október 2017. Forseti gaf orðið lausn um fundargerðina og hún var samþykkt 11:0 án umræðu. Sjötta mál er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlegra Reykjanesstofnunar 2018 til 2022 fyrir umræðu. Forseti gaf orðið lausn um fjárhagsáætlunina og til máls tók Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri er fylgdi áætlunu úr hlaði. Og til máls tók Gunnar Þórarinsson er lagði fram eftirfarandi bókum meirihluta bæjarstjórnar og með leyfi virðulegs forseta þá mun ég ekki lesa bókunina. En til máls tóku einnig Árni Sigfússon, Kristinn Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Elín Rós Bjarnadóttir og Kjartan Már Kjartansson. Fjárhagsáætlun 2017 til 2022 var vísað til síðari umræðu 5. desember og var það samþykkt 11:0. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina er börnum að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. 530. og fyrsta fundi bæjarstjórnar fundargerðin verður því undirritið. 531. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar er hér með slitið.